fannst ég bara ekki geta gert upp á milli, hvort það væri stelpa eða strákur. Þannig að ég átti þetta við sjálfa mig í smá tíma og ákvað síðan bara að slá til og styrkti 2 börn. Það var kannski á tímabilið þar sem ég var ekki jafn vel staðið fjárhagslega því þetta voru jú mínir peningar en ekki foreldra minna eða neitt slíkt að ég einhvern veginn hafði aldrei hugsað að þetta væri eitthvað sem ég myndi skera niður. Mér bara dattaði ekki einu sinni til hugar. Þeir sem að þekkja mig kannski líka sérstaklega vel vita að ég hef verið dugleg í gegnum árin að fá mér þriðjudagstilboð á Dominos og leyfa mér kannski hitt og þetta, bíó og út að borða með vinum. Að mér finnst bara ekkert muna það mikið það að gefa nokkra þúsundkalla fyrir einhverja sem að virkilega kannski líka þurfa á því að halda bara upp á að eiga svipuð tækifæri og við hér. Við lifum í miklu svona allsnægtar samfélagi á Íslandi. Við viljum ekkert alltaf viðurkenna að við höfum það rosalega gott en við höfum það bara mikið betra en margir aðrir. Mér finnst mjög skemmtilegt að fá bréf og myndir og svona kynnast þeim aðeins betur, vita hver þeirra áhugamál eru, sjá þróun og persónuleika. Stúlkan til dæmis var mjög feimin þegar hún var yngri en hefur mikinn áhuga á að læra og vita meira og núna í dag þá er hún í raun og veru fyrst á staðinn. Hún vill spjalla við alla og kynnast öllum en þá vita allt og eitthvað sem að ég kannski tengi líka við sjálf á mig. Ég var örugglega óþolandi barn en ég vildi vita allt og tala við alla og spurja að öllu. Svona karakterbreyting er að sjálfsögðu líka tilkomin af því að þarna ertu í öruggu umhverfi og í barnaþorpinu. Miðað við það að þegar þau koma inn fyrst og eru yngri börn þá ertu kannski líka feimnari við nýjar aðstæður. Þetta finnst mér kannski skemmtilegast að fylgjast með þeim líka og halda svona svolítið barnið í sjálfri mér. Þau minna mig mikið á hvernig ég var þegar ég var yngri og Atli Hang til dæmis, það nýjasta er að hann sýnir því áhuga að elda. En þekkir þú til einhverja sem að hafa þurft á fósturfjölskyldu að halda? Já, það eru ýmis tilfelli. Þegar ég var til dæmis í bænum áður en við fluttum vestur þá til að mynda var ung stelpa í skólanum hjá mér sem að missti móður sína og móður hennar var það eina sem hún átti að. Það hefur alltaf áhrif þó maður geti ekki tengt við það sko. Þegar ég flytt vestur þá líka er kannski svona í sveitin er meira fósturfjölskyldur, hvort sem að krakkar koma á brotnum heimilum vegna fíkniefna eða hvað svo sem það er. Það er staðreynd við búum því miður ekki öll við sömu lífskjörin. En ég þekkti vel til og þekki ennþá, góðvinir mínir í dag, fjölskylda fyrir vestan. Þau tóku krakka í fóstur og eitt barn í endanlegt fóstur til 18 ára aldurs og önnur fjölskylda í næsta bæjarfélagi vissi af að tók dreng í fóstur sem senda átti tilbaka eftir stutta skammtímavistun út í sveit. Að það er fullt af kærleiksríku fólki sem lætur sig líf annarra varða og vill hjálpa. Þannig að maður hefur svona kannski líka alist upp með hliðsjón af því að það er til gott í okkur öllum og það er bara mismunandi hversu langt við göngum til þess. Ég er svo sem styrki börn í Afríku en ekki alveg kannski komin á þann aldur að taka barnin á mitt heimili en maður veit aldrei hvað gerist. Hefur þú hugsað eitthvað að heimsækja þín styrktarbörn einhvern tímann? Já, mér langar mikið til þess að kíkja til þeirra. Það er að sjálfsögðu aðeins lengri leið að leggja að fara til Afríku og ég kannski hugsa fyrir mig, ég myndi vilja kíkja á þau bæði núna, þau eru eldri heldur en þau voru fyrir 5 árum að þau muna þá frekar eftir manni og maður er svona þau skilji líka kannski hvað það er sem að maður raunverulega er að gera þarna.
hver maður er og af hverju. Þetta smá ferðalag, það kostar peninga en algjörlega þessi virði og ég geri það einu sinni, 2 ef ekki oftar áður en ég dey, vonandi.